Þá kom að næsta lið á dagskrá og sem velferðarstefna 2018 til 2023 og það bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og flestum hér inni vel kunnugt, þá hefur mikil vinna verið lögð í velferðarstefnu Akureyrarbæjar og hefur hún dregist þó nokkuð á langinn. En vinnan við stefnuna hófst fyrst í upphafi síðasta kjörtímabils og var samþykkt af velferðarráðuneytinu á síðasta fundi sínum á kjörtímabilinu. Í upphafi stýrði velferðarráð framvindu stefnumótunarvinnar ásamt verkefnastjóra, en á síðari stigum hefur starfshópur leitt vinnuna við mótun stefnunar. Í honum voru formaður velferðarráðs, framkvæmdastjóri fjölskyldusviðs, framkvæmdastjóri búsetusviðs, framkvæmdastjóri öldrunarheimila Akureyrar og verkefnastjóri velferðarstefnu starfaði að verkefninu í nokkra mánuði. Fjölmargir einstaklingar kom á mótun stefnunar auk þess sem markvisst var að kalla eftir skoðunum bæjarbúa, áliti frá félagasamtökum og öðrum hagsmunaaðilum. Haldnir voru opnir fundir með öllum bæjarbúum og jafnframt funda með starfsfólki í velferðarþjónustunni. Drög að stefnunni voru send ráðum bæjarins til umsagnar og gefin kostur á að gera athugasemdir. Stöðumat var unnið á málaflokkum stefnunar og mótuð sameiginleg framtíðarsýn, gildi og stefna í velferðarmálum sveitarfélagsins í samstarfi við hagaðila. Sett voru fram markmið, mælikvarðar og aðgerðir sem stuðla að almennri velferð íbúa Akureyrarkaupstaðar. Velferðarstefnan er kaflaskipt og hefst hún á almennu umfjöllun hlutverk sveitarfélagsins á sviði velferðarmála. Þar á eftir er gerð grein fyrir þeirri framtíðarsýn sem mótuð var í stefnumótunarvinnunni og þeim gildum sem stefnan er grundvölluð á. Á eftir umfjöllun gildi stefnunar koma 5 kaflar sem hver um sig fjallar einna lykilþáttum velferðarstefnunar. Hverjum þætti fylgir almenn umfjöllun hvað hann felur í sér og svo eru sett fram markmið sem unnið skal að. Fyrst ber að nefna velferð og félagslegt öryggi, þar sem að gott húsnæði og stöðugleiki í húsnæðismálum er mikilvæg undirstaða lífsgæða. Allir þurfa að eiga kost á húsnæði við hæfi án tillit til tekna, fjölskyldustærðar eða annarra félagslegra stöðu. Áhersla skal lögð á að auka öryggi í húsnæðismálum með því að stuðla fjölbreyttu framboði íbúðarhúsnæðis, hvort sem er að ræða félagslegt leiguhúsnæði, húsnæði fyrir fólk með sérstaka þjónustuþarfir eða húsnæði á almennum markaði. Akureyri á að vera aldursvænn bær þar sem gott er að verja efri árunum. Í stefnunni eru sett markmið sem eiga að stuðla að velferð og öryggi. Þau snúa meðal annars að þjónustu börn sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður og þau sem glíma við geðræna erfiðleika og hegðun og vandkvæði, stuðningsúrræði fyrir fatlað fólk og aðstandendur þeirra, framboð á hagkvæmu húsnæði, fjölbreytni í búsetukostum og fleira. Í kaflanum lífsgæði og þátttöku er fjallað mikilvægi þess að efla sjálfstæði þjónustuþega og getu þeirra til að takast á við dagleg verkefni. Markmiðið er að öllum íbúum sé gert kleift að taka þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli, stunda atvinnu, nám og tómstundir við hæfi. Markmið skuli unnið gegn því að fjárhagslega eða félagsleg staða fjölskyldna valdi félagslegri einangrun, gegn því að fjárhagslega eða félagsleg staða fjölskyldna valdi félagslegri einangrun og eða útilokun. Gott aðgengi að mannvirkjum, stofnunum og útivistarsvæðum skuli tryggt. Velferðarþjónusta á vegum Akureyrarbæjar er veitt með því markmiði að efla notendur til sjálfshjálpar, vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun og styðja við þá sem standa höllum fæti vegna andlegra eða líkamlegra skerðingar svo þeir njóti lífsgæða til jafns við aðra íbúa. Þjónustan skal skipulega í samræmi við notendur. Gæta þar sérstaklega að hagsmuni barna og ungmenna og tryggja að þeim sé gefið færi á að tjá skoðun sína málefni sem þau varða. Hvað varðar lífsgæði og þátttöku hafi verið sett markmið góðar almenningssamgöngur, akstursþjónustu fyrir þá sem ekki geta nýtt þær, aðgengi að fyrirtækjum og mannvirkjum, fjölbreytni atvinnumöguleikum fatlaðs fólks, svæði sem stuðla að útivist og samvist fjölskyldna svo fátt eitt sé nefnt. Undir kaflanum fagmennska og virðing segir að velferðarþjónustan skuli veita fagmennsku, virðingu, gagnsæi og jafnræði. Þjónustan skuli taka mið af þörfum og vilja hvers og eins og skipulega í samræði við notandann og aðstandendur eftir því sem við er á. Lögð skuli áhersla á heildstæða þjónustu og samvinnu við aðra umönnunar og þjónustuaðila. Akureyrarkaupstaður vinni á grundvelli alþjóðlegra sáttmála og mannréttindasamninga sem Íslandi er aðili að, svo sem barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og gæti þess að ákvæði þeirra séu virt í hvívetna.
Unnið skuli markvisst að auknum skilningi á stöðu viðkvæmra hópa, umbyrðarlyndi og samhjálp í samfélaginu og unnið með öllum ráðum gegn félagslegri einangrun og útskúfun. Þau markmið sem sett hafa verið varðandi fagmennsku og virðingu lúta samfellu og samræmi í þjónustunni sem samvinnu milli sviða Akureyrarbæjar og við aðra aðila velferðarþjónustu. Starfsmenn skulu efldir með fræðslu og stuðningi, þjónusta skuli meðal annars byggja á hlýju og umhyggju með áherslu á sjálfstæði og sjálfræði einstaklingana. Umsóknarferli skuli vera einföld og sniðin að þörfum notenda og þjónusta vel mönnuð fagfólki. Í stefninu er lögð mikil áhersla á mikilvægi forvarna og fræðslu til að efla íbúa til sjálfshjálpar og fyrirbyggja félagsleg, sálræn og heilsufarsleg vandamál. Til að mæta nýjum verkefnum og áskorunum velferðarþjónustunnar skuli lögð áhersla á snemmtæka íhlutun og samþættingu þar sem þarfir og aðstandendur notandans séu viðfangsefnið. Mikilvægt sé að íbúar hafi góða aðgang á upplýsingum það þjónustu sem í boði og hvert að leita þurfi þeirra á henni að halda. Umsóknarferli eiga að vera einföld, skýr og skilvirk. Markmið varðandi forvarnir og fræðslu snúa fræðslu og ráðgjöf til foreldra, stuðla sig að almennri þekkingu á réttindum barna og skyldum almennings til að vernda rétt þeirra, hvatningu til heilbrigðra lífshátta, fyrirbyggingu með snemmtækri íhlutun, fjölbreytt tómstundastarf, samfellu í skóla og frístundastarfi, vinnu gegn ofbeldi, fræðslu varðandi heilabilun og fleira. Síðasti kafli velferðarstefnunnar ber yfirskriftina framsækni og undir framsækni falla meðal annars þeir þættir sem gera Akureyri kleift að vera leiðandi hvað varðar nýsköpun og tækni í velferðarþjónustu. Nýsköpun og tækni eru lykilþættir við að ná fram breytingum og árangri í velferðarþjónustu. Velferðartækni getur aukið lífsgæði, öryggi og sjálfsbjörg íbúanna, auk þess að styrkja menntun og velferð almennt. Velferðartækni er því ein mikilvægasta leið til að takast á við það breytingar sem velferðarkerfið stendur frammi fyrir til lengri tíma. Markmið þau sem tengjast framsækni eru meðal annars að styrkja rannsóknir, þróa þjónustu og lausnir með nýrri tækni, aðferðum og skipulagi, auka aðgengi að fræðslu, upplýsingaefni, fylgjast með og taka þátt í þróunarverkefnum. Þetta er mikil og góð stefna sem hér er lögð fram og leggja hana hér til samþykktar. Þakkum bæjarfulltrúa Dagbjörtu Pálsdóttur og orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla bara vil fagna þessari stefnu. Hún sé allavega hingað komin og alveg að verða samþykkt. Þetta er búið að vera svona dálítið langt ferli. Þú veist, kosturinn við svona langt ferli er að það gefur manni rosa góðan tíma til að hugsa og melta og síðast þegar ég ræddi þessa stefnu þá var ég ægilega ánægð með hana og ég er það ennþá. En ég hef hins vegar ekkert í raun og veru vit á þess því ég er ekki notandi þjónustunnar en þetta hljómar ægilega vel allt í mín eyru. Og ég fór bara að hugsa af því að ég er búin að vera að hugsa alltaf meira og meira það hvernig við praktíserum betra íbúalýðræði. Þá fór ég að hugsa að ég veit að það voru haldnir íbúafundir til þess að í mótun þessara stefnu. Og en hef síðan þá lært að íbúafundir séu ofsalega takmörkuð leið að markmiðinu íbúalýðræði. Og svo fór ég að því ég var að lesa stefnuna út frá þessum pælingum að þá rekjum á hluti eins og þjónustan skal skipulögð í samráði við notendur, gæti þar sérstaklega hagsmunum barna og ungmenna og tryggja þeim sig gefið færi á að tjá skoðun sína málefni sem þau varða. Já, gerum það en hefðum kannski líka átt að gera það við mótun stefnunar, ég bara segja, en það er líka bara alltaf ótrúlega auðvelt að segja hvernig við hefðum geta gert þetta, en mér langaði bara rosa mikið til að benda á þetta til þess að hugsanlega koma okkur aðeins lengra í pælingunum hvernig við stundum íbúalýðræði. En þarna er augljóslega líka hægt og mikilvægt að nota þessa stefnu til þess að leiða okkur áfram í því vegna þess að augljóslega, og það eru fleiri atriði og með leyfi forseta ef ég held áfram að lesa upp úr stefnunni sem ég bað ekki leyfi fyrir síðast og fyrst afsökunar á því að áhersla er á að styðja íbúa til sjálfshjálpar og virða sjálfsákvörðunarrétt hvers og eins og svo áfram síðar í stefnunni efla notendur til sjálfshjálpar, vinna gegn einmanaleika og félagslegri einangrun og styðja við þá sem höllum fæti standa vegna andlegra eða líkamlegra skerðinga svo þeir njóti lífsgæða til jafns við aðra íbúa. Og þarna þegar við vorum að gera þessa stefnu þá opnuðum við dyr á einhverju fundasal og segja hér með allir koma
og en það bara þannig og það kannski sérstaklega fólk sem að notar þjónustu velferðarkerfisins þarf kannski aðeins meira en opnar dyr til þess að koma og segja svona skoðun. Þannig ég vildi bara mér langaði bara að taka þennan vinkil, ég ekkert að gagnrýna stefnuna og held að þá svo langt sem að mitt vit nær að hún sé góð og þetta fullt af fagfólki sem að veitu þetta mjög mikið og þarna samráð við umboðsaðila og notenda, en það eru þessi notendur sjálfir sem ég bara allt í einu fór að hugsa að kannski hefði vantað inn í þetta. En svo bara auðvitað auglýsi eftir aðgerðaráætlun, hún þess að skiptir kannski ennþá meira máli því þá einmitt förum við að hugsa hvernig ætlum við að gera þessa hluti og þannig ég hlakka bara til og vona bara að það verði mjög fljótlega á dagskrá. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Sólveig Björk Stefánsdóttir. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég líkt og bæjarfulltrúi Sóley fagna því að við séum hér í dag að taka fyrir velferðarstefnuna. Þetta var löng og erfið fæðing en þetta lítur nokkuð vel út á mínu mati. Hún reyndar nokkuð almenn og opin og í inngangi þá kemur þar fram að sett hafi verið markmið, mælikvarðar og aðgerðir sem stuðla að almennri velferð íbúa Akureyrarkaupstaðar. Ég sé í rauninni bara markmið. Það vantar mælikvarðana og það vantar aðgerðirnar. Þannig að þessi setning finnst mér eiginlega ekki eiga heima í stefnunni eins og hún í dag. Því að þá finnst mér við þurfa, ef við ætlum að leggja hana svona fram með þessari setningu, þá verðum við líka að leggja fram mælikvarðana og aðgerðirnar. Þannig ég segi líkt á bæjarfulltrúa Sóley að ég kalla eftir aðgerðaáætluninni og ég ræddi það nú líka á minnihlutafundi hjá okkur að einmitt þegar við erum að leggja fram svona stefnur þá finnst mér mjög jákvæð vinnubragð að við myndum gera aðgerðar áætlun samhliða eða allavega innan ákveðins tímaramma, að innan hálfs árs væri komin aðgerðaáætlun og það bara eitthvað verklag sem við myndum bara tileinka okkur að hafa. Við gerðum það með ferðamálastefnunni, við gerðum mjög ítarlega aðgerðaáætlun með henni, með mælikvörðum og við höfum tekið hana aðgerðaáætlun upp í stjórn Akureyrarstofu á ársfresti og farið yfir hvernig miðar og litað með gulu, rauðum og grænum hver staðan á verkefnunum og ég teldi bara jákvætt að það veri gert á fleiri stöðum og eflaust það gert. Ég náttúrulega sitt bara í þeirri nefnd en ég legg allavega til að það veri gert með þessa stefnu eins og aðrar. Þannig að ég myndi leggja til að við myndum breyta þessari setningu sem þarna stendur inni meðan að mínum að allavega hún ekki fullkláruð varðandi mælikvarða aðgerðir. Margt mjög gott og ég ætla ekki að fara að telja upp í henni en það sem að mér fannst, ég saknaði orðana þjónandi leiðsögn. Það var hvergi minnst á það í stefnunni og það aðferðafræði sem að mér finnst mjög mikilvægt að við setjum fram í okkar stefnu því að það stefna sem að við erum að fylgja eftir í dag og eitthvað sem ég held við ætlum að viðhalda áfram og þetta eitthvað sem að Akureyrarbær orðin þekkt fyrir og ég veit að starfsmenn bæjarins eru að þjálfa fólk annars staðar í heiminum í þessari aðferðafræði. Þannig að þessi orð séu ekki inn í stefnunni ég saknaði þeirra. Síðan var eitt annað, tvennt annað, af því við tölum mikið það að fólk búi sem lengst heima og við erum á því og við í Sjálfstæðisflokknum hefur talað fyrir því lengi og sem og margir aðrir og við höfum rætt innan okkar raða að breyta þjónustunni í öldrunarmálum og fara kannski að horfa meira á dagvistunarúrræði en við nefnum það ekki í stefnunni. En ég myndi klárlega að segja að það væri okkar stefna með við það í þær áttir sem við höfum talað og erum að vinna. Eitt annað, ef ég má með leyfi forseta lesa upp setningu úr stefnunni. Tryggja skal nægilegt framboð félagslegra leiguíbúða á vegum sveitarfélagsins sem standa þeim til boða sem ekki geta aflað sér húsnæðis á almennum markaði vegna félagslegra aðstæðna. Ég nefndi þetta áður og nefndi það sem athugasemdin í Akureyrarstofu þegar við fórum yfir stefnuna. Í mínum huga myndi þessi setning jafnvel segja mér að við ætluðum að eyða biðlistum. Við ætluðum bara að kaupa íbúðir til þess að eyða biðlistum. Þess vegna sakna ég þess að því að við höfum
við vorum allavega með það í okkar stefnu bæði síðast og þar síðast að vera í samstarfi við samvinnufélög uppbyggingu á leigufélögum langtímarekstur íbúða án þess að væri án hagnaðarkröfu sem ætti að brúa þetta bil, og nú erum við komin í það samstarf, við erum komin í samstarf við Bjarg og erum með, gerum samning við annað félag með úthlutun á lóðum og sannlega næstu árum. Það var ekkert minnst á þetta í stefnunni. Þannig að þarna er stefnubreyting, þarna erum við að í rauninni hvetja til breyttra aðferðafræði, að búa til bil á milli félagslega kerfisins og almenna kerfisins, en við minnumst ekkert á það að það sé ein leiðin sem við séum að horfa til. Þannig að það var þetta tvennt sem þessi nokkur atriði sem að mér fannst ég sakna sem að hefðu mátt verið í stefnunni, en klárlega kannski ætti þá heim í aðgerðaáætlun. En þetta allan það sem ég til við okkur flestu til að tala fyrir, ef ekki öll, að þá eigum við bara að segja það í stefnunni. Herri, en annað var það ekki bili. Ég bara þakka kærlega þeim sem komu að vinnu stefnunnar. Ég veit að þetta var mikil vinna og ég veit að það var talað við marga og reyndar góð ábending hjá bæjarfulltrúa Sóli að við hefum mátt að taka fleiri inni, eins og til dæmis börnin. Það er bara mjög góð ábending. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Evu Hrund Einarsdóttur fyrir þetta og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kannski hefði átt að koma inn á það áðan bara, varandi með aðgerðaáætlunina, að í raun og veru það var tekin svo ákvörðun að í raun og veru hún er langt komin aðgerðaáætlun sem slík og það er ekki mikil vinna í raun og veru eftir við að vinna hana, og það var bara ákveðið í raun og veru að bíða eftir að stefnan yrði samþykkt þannig hún yrði kláruð, þannig að hún yrði bara kláruð bara núna á næstu vikum og mánuðum, skiljið. Þetta er ekki langt ferli sem er eftir og í raun og veru þannig í framhaldinu náttúrulega er hún bara gefin út, sko. Varðandi að þú komst bæjarfulltrúi Eva aðeins inn á með þjónandi leiðsögn. Ég skil í raun og veru hvað þú meinar, af því að það er náttúrulega, þetta er mjög stórt hlutverk og allt það, en við erum með fleiri líka valdefling og annað, þannig að það hefði verið dálítið mikið að fara að setja í raun og veru alla hugmyndafræði sem við höfum á mismunandi stöðum, bara þú veist, EDIN-stefnuna og allt þetta sem við erum í raun og veru með í gangi, þannig að í raun og veru þessi heilstæða stefna á pínu að ná yfir í raun og veru þessa hugmyndafræði alla, hvað sem það er þjónandi leiðsögn eða valdeflinguna eða EDIN-stefnun okkar eða hvað sem við erum með. Og ég get alveg tekið undir svo sem er Sóli þetta með börnin, en aftur á móti þá var kallað til náttúrulega þegar var verið að vinna að stefnunni, þá komu hópar alls þar að með hugmyndir og annað. Þannig að í raun og veru þá, en við getum alltaf gert betur þegar kemur íbúalýðra, ég er ekki að segja það, en það var kallað til ákveðina hópa. En ég ætla að leggja það til að við við samþykkjum stefnuna eins og hún er núna og gefum okkur þá 6 mánuði til að gefa út aðgerðaáætlun sem fylgir stefnunni. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir lokið málsinu. Orðið er laust. En sem ekki hafa fleiri hvart sér hljóðs, að bara ætla ég aðeins að velta upp hvort að við ættum, hún er náttúrulega lögð fram til samþykktar, og við hvort við ættum að bóka og bæjarstjórn ef hún samþykkir þar að segja, leggur áherslu á að aðgerðaáætlun ásamt mælikvörðum verði lögð fram innan árs. Innan 6 mánaða, við getum alveg haft það þannig. Innan 6 mánaða. Og þá er bara þessi velferðarstefna lögð fram til samþykktar og þeir sem geta samþykkt það ásamt þessari bókum gefur merki. Það eru 11, takk fyrir það.